Daginn vlog, velkomin aftur í helgarvlog. Ég var svona 90% viss að ég ætlaði ekki að vlogga helgina af því ég ekki búin að vera í beint vlogstuði senstu daga. Ég hlóð samt myndalinn minn til öryggis sem gott af því ég held að ég sé að fara að vlogga þetta í dag. En ég var að gera seinsta kaffið úr krukkunni þannig ég ætla að fylla á. Ég nota þetta, Nescafé Gold. Gera cinnamon brown sugar í þessu dollu. Af því að seinsta krukka var bara venjulegt kaffi, nú ég að kraufa sætt kaffi. Það líka að setja smá hvítt súkkulaði síróp onni. Og þá kaffi fyrir næstu daga secured. Að fá pakka frá Snilldarvörum. Ég búin að opna hann. Þetta svona búð sem að gleymist svolítið. Hún með svo mikið sniðug. En þetta svona 3 hlutir sem ég fekk. Og þetta alltaf svona morgunrútínu pakki. Þetta ég sjúklega spennt að prófa. Ég búin að langa að gera þetta svo lengi. Facial bowl, þar sem þú setur, þú veist, klaka, ég ekki alveg viss hvernig þessi skál virkar, en þú setur bara andlitið onni í vatn og bara á að hjálpa þér að vakna betur og bara blóðflæði og bla, ég skal sýna þetta hérna. Svo fekk ég þetta úr sem ég byrjuði að nota til þess að testa það fyrir ykkur áður en ég fer að segja ykkur frá því, en það basically svona silent alarm í þessu, þannig að þegar ég fer morgunæfingar þá get ég vakna án þess að strákarnir vakni. Og svo líka skrefateljari og eitthvað skemmtilegt í þessu. Og svo svona, ég búin að tína mínu eða brauta í mann ekki alveg. Þetta eitthvað búið að fekkast til. En hérna, já, svona og svona rúlla. Mjög góður morning routine pakki. En mamma að keyra yfir til okkur bara núna. Við ætlum að flyga smá heimsókn til ömmu minnar og ég ætla að taka með mér í smá stúseri. Sjáum bara hvort ég komist ekki í vlogstuð og vloggi eitthvað að deilum í dag eða næstu daga eða já, ég vil ekki hugmynd hvort þetta verður dagur í lífi, helgi í lífi, vika í lífi, mánuð, nei. Ég skal reyna að púsla einhver saman alltaf fyrir ykkur. Á aðri þjóðleikurinn núna voru við með, ég man ekki til. Það búið að lofa sko, komin með rétt af tölu og hann átti að fá það, en þá var það hækkar. Við erum á leiðinni í barnaloppuna að finna Halloween búning fyrir Oliver. Hann búinn að biðja að vera, hvað ætlar að vera alveg á Halloween? Horfðu á mig. Zombie. Ætlar að vera zombie á Halloween? Já. Og viltu vera Hulk? Viltu vera græni kallinn? Já. Þetta zombie. Þetta zombie. Zombie. Þannig ég ætla að gást ég finni Hulk búning eða eitthvað grænan skrimsla búning eða kannski skiptir hann skoðun í búðinni. Beinagrind. Þetta beinagrindi. Sjáðu þennan, Oliver. Zombie. Þetta flottir. En ekki svo vant fyrir hann að vera með þér andlið? Ég veit ekki svona hvað það er. Þetta maginn held ég. Nei, þú veist hvað. Þú heldur að við komumst lífandi hér á nótt? Aja. Þetta hræðilegt. Þetta hræðilegt. Þetta vampire. Þetta vampire. Hann ekki búning í barnaloppunni. Ég fann eitthvað svona læknaslopp. 500 krónur sem ég ætlaði bara að kaupa og leiða hann að eiga. Það svo lengur ég að ég keypti hann ekki. Þannig við erum komin í Kids School Shop. Hérna fullt af búningum. Viltu vera svona? Já, svona. Þú skulle bara gera þetta bara lag og knöfnum fyrir hann. Því ég get alveg splæst. Mamma, bara. 4.000 kall í búning. Ó nei! Ó nei! Nú bara flottur. Er mamma hrædd við þig? Takk upp, já. Já. Síðan nýja staðinn. Á nýja hverfisstaðinn. Jú, þannig að stefnum Bíddu nú við. Hvað þetta? Hefur ekki aldrei séð þetta? Nei. Men ég á sko hérna Sólvöldina. Sólvöldina. Æsalegt. kassana. Já, þetta önnur pizza. Snjóa! Snjóa, Oliver! Það
Þetta voru æðislega pítsur. Pítsan góð? Já, hann ekki hér. Gísla kósí staður, mælum með allir prófi. Já, ég er búin að sína, það er snjó. First snow of the winter. Það er komið kvöld, seinna kvöldið. Ég er að plokka límmiða af kaffiborðinu sem Ólafur fekk að líma í gær. Ég er að reyna að bjarga einhverjum svo hann geti leikið sér að svona skoða myndirnar. En ég ætla bara að fara að kveikja á þætti á minni dundumir við þetta. Það kom í seríu 2 af Nobody Wants This. Ég er nýbúin að rewatcha fyrstu seríuna og þá sá ég bara Season 2 is coming og svo var hún komin núna, þannig að mjög næs, ég er nýbúin að horfa á fyrstu seríuna aftur. En ég er alveg frekar þreytt, þannig ég fer örugglega snemma upp í rúm. Og seinustu sunnudaga er ég búin að vera eitthvað ekstra þreytt og löt, þannig ég ætla að reyna á morgun að bara halda mér uppteknari yfir daginn. Að því sko seinustu 2 sunnudaga erum við búin að beila sundskóla hjá Ólafur, að því bara ég nenni ekki. Þannig að morgun ætla ég með sundskóla. Hann má ekki missa að þriðja skiptið, þá get ég basically bara hætt á þessu námskeiði sko, sem ég borgaði eitthvað 15, 16, 17 skall fyrir. En eins og í morgun þá fórum við Ólafur út að róla bara kl. 9 og það var ógeðslega kallt en það var svona mjög bara cozy og næs og það var rosalega fallegt í dag alltaf. En ég er að pæla svona ef ég vakna líka bara snemma á morgun, fæ mér kaffi og fór út að róla meðan þótt þessi rigning, þá kannski er ég bara resist fyrir daginn. En ég tók alveg æfingar mánudag til föstudags í vikunni, þannig ég ætla ekki að fara neina helgaræfingu, bara hvíla, ég held að ég þurfi bara á því að halda. Góða nótt. Oh my god. Þetta er ógeðslega ferskandi, mér langar að gera þetta eins og enn. Mér langar svo að byrja að nota þetta daglega. Þannig að ég ákvað að testa þetta í dag. Og ég fekk þetta eiginlega bara á, þú veist, ég held ég hafi low-key manifestað að þetta fer í pakka minn. Af því að ég er búin að vera að fá svo mikið af vídeóum, vera að tala lymphatic drainage. Ég held ég sé þetta rétt. Við erum að tala að það er bara svona vökvi sem byggjast upp í andlitinu og bara líkamannum. Og mér langar svo að byrja að nota svona fyrir andlitið og svona dry brush fyrir líkamann. Ég getur bara searchað á TikTok lymphatic drainage eða þið viljið sjá hvað ég er að tala En ég er búin að vista vídeo hvernig er gott að gera því þetta því maður þarf að gera þetta einhvern veginn ákveðin hátt. En ég ætla að horfa á það og prófa. Flottur í nýju kuldaskónum og nýja snjógalanum. Við erum svona komin út úr húsi og fara að hitta Drín Ólafurs og Róló. Ég vona að heyri stímur út af vindinum. Ég veit ekki, ég held að það væri hlýrra en ég er mjög glöð að ég hlætti Ólafur vel og mig. Mjög gott að vera komin út úr húsi. Róla? Ég er að fá mér kaffi og beiglur með rjómaosti. Ég hef ekki mikið með beiglur með rjómaosti eða bara sem ég verið í Bandaríkjunum fyrir ári. Og alltaf þegar ég fæ mér þetta kombo, beiglur og kaffi, þá líður mér. Það minnir mér svo á Bandaríkjun, bara Starbucks eða Dunkin Donuts. Þannig mér finnst þetta að vera gett svona wholesome máltíð. En við Ólafur fórum út á Róló í morgun, tókum klukkutíma Róló með strák frá deildin hans og mömmu hans sem var bara mjög gaman. Fórum svo í sundskólan, mjög stolt af okkur að hafa farið með hann. Þetta var ógeðslega leiðilegt en já, ég elska þetta kombo. Er ég draugur? Já. Ólafur
vinur, sittum hérna að borða morgunmat, bara nákvæmlega eins og í seinasta vloggi þegar ég sýndi frá mánudagsmóðunum okkar. Sittum hér, ég með kaffi, hann með brauð. Ég datt í Sunday reset í gær eftir seinustu klippu í gær. Þá hætti ég bara alveg að taka upp af því ég var bara með blökkast í eyrunum og ég var bara á fullu. Íbúin var ógeðslega fín þegar við vöknuðum áðan. Ég gerir mann einhvern veginn meira spenntan fyrir deginum og vikunni. En ég breytti meðal annars herbygginn hans Ólivers, breytti uppröðininn á húsgögnunum, tók út eitthvað svona dót sem var bara fyrir sem hann var ekkert að leika sér það mikið með. En svo gerði ég bara vikumatseðil sem að ég skal setja hér. Smá öðruvísi matseðil þessa vikuna er svona hluti sem ég hef ekki haft í mjög langan tíma. Það er svolítið út mig langar að láta Ólífu prófa eins og nagga og kjötbollur. Ég held ég hef einhvern tímann svona minnst á þann að búið vera alveg svolítið mikið vesen með matinn hans bara seinustu 2,5 árið. Hann er mjög matandur og á mjög erfitt með að prófa nýja hluti og já, en hann er bara í fyrsta seti í 2,5 ár að sína svona progress. Byrjar að smakka hluti, hann byrjar að prófa spagetti sem að hljómar mjög basic en ég var í sjokki, er í sjokki að hann sé byrjar að borða það. Ég með langar svona að byrja að testa nokkra hluti, þannig ég ætla að hafa hérna, hann var svona nokkra hluti í vikunni, ég ætla að sjá hvort að hann vilji smakka, allavega leiða honum svona fukt í því eða eitthvað. Ég ætla að fara að taka æfingu, ég ætla að reyna að vera mætt með eftir svona 20 mínútur í leikskólann. Fara svo beint á æfingu og taka, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að taka. Ég ætla að mixa af leg day og upper body day. Já, ég tók efribúksæfingu í dag. Svolítið langt síðan ég tók efribúksæfingu í sal af því núna fer ég sko í Pilates bara sko eiginlega alla daga. En þegar ég kem mér í salinn þá tek ég yfirleitt leg day. En þetta var alveg næs æfing. Ég er að fara niður í vinnu, að vinna mjög stuttan vinnudag. Ég tók með mér súrdegssamloku, borðaði skyr, svona litla súkkulaði skyrdollar minn ég var að gera mig til. Ég er að reyna að byrja að borða skyr aftur af því að það er svo gott prótein í því. Það var bangsadagur í leikskólanum í dag. Það er alþjóðlegi bangsadagurinn í dag og ég glemdi að láta Ólífu að taka bangsa í leikskólanum. Ég var svo mikið samviskupið að Brynja fór í leikskólanum með bangsa til hans. Ég vona hann hafi verið glaður að sjá hann. Ég er sérst að vinna cirka 11 til 1. 11 til 1. Já, bara 2 tímar cirka. Svo ætlum ég bara að fara að taka viku innkaupin beint eftir vinnu. Hann er ekkert svo stór búðarlistinn fyrir vikuna. En ég hef sagt það svo ofta áður, það spara mér svo mikinn pening að gera svona viku, innkaupalista. Ég fer alltaf í stóra búðarinnkaup á mándum og svo tek ég alltaf fyrir, hvað er mikið sól? Herru, drap ég á bílnum, hvað er í gangi hérna? Ég tek alltaf stóra búðarinnkaup á mándum og svo tek ég svona minni búðarferð á svona 50 eða föstudum fyrir svona helgina. Helgi fyrir að fara í IKEA í vikunni. Já, ég á bara 2 kerti með góðri lykt eftir. Þetta er epla og kannilyktin, svo góð lykt.